Það svolítið svona öðru sér sko, maður óvaðan því sem Íslendingur líka. Já. Ef verið Íslendingur eða Danmörku, Svíþjóð, svo ógeðslega regulated allt og svona. Já, ef við ekki að byrja þar bara? Við getum bara að byrja spjallið, 100%. Byrja spjallið, þá byrjuðu þar bara. Ég var að segja frá Suður-Afríku og Mexíkó. Já. Mexíkó eru svona auglýsingaskilti fyrir utan apótekin, sérstaklega fyrir túristana, því Bandaríkjamenninni fara svo mikið þarna niður til þess að kaupa allt dótið sem er ólöglegt í Bandaríkjunum. Já. Og það er bara basically verið að reyna að fá þig inn til að kaupa Viagra, Stera, geðlyf. Þannig ég er að pæli hvað er síðan undir borðinu ef maður fær að, þetta er það sem er leyfilegt. Nákvæmlega. Ég sé bara TikTok, þú veit bara svona, að það er bara apótek í Tælandi og það er bara full on eitthvað svona bodybuilder bara jacked to the titch killer bara fyrir utan og það er bara svona, oh my god, hvað apótek auglýsingi þetta? Þú veist, maður er vanið bara að lyfju og svona, allt geðið svona holistic stíl, hreint fallegt og þetta er mitt, þú veist, þetta er apótek, maður er svona, já, þetta er, þú veist, maður díla við einhver veikindi eða fer maður annars killer, þetta er bara svona, já, hei, langaði að vera fucking jacked. God, ég var eins og í Tælandi og fór og bað að fá að skoða möppuna með, með bara, já, það sem er menjúð bara. Já, menjúð, það voru sko, man ekki hvað það voru marga típur af sterum já. Og HGH og þetta er í svona möpp, þú bara byrðir möpp og svo bara, þú veist, skoðar þetta allt, sko. Já. Ég var nú ekki að kaupa neitt, sko, en ég var forvitin og bara mappa var. Gera sama, fara inn og vera bara, what the fuck, maður. Svolítið crazy, sko. Ég hef svona alveg, þú veist, maður hugsaði alltaf að maður sér þetta og svona, oh damn, það er crazy bara, þú veist, ef ég geti færið bara svona simulation, tekið bara 1 dag, það sem að ég er bara einhver gæi sem búin að vera bara á styrum í, þú veist, í 4 ára eða eitthvað, meira, og er bara fucking Ronnie Coleman, skilur, bara, oh damn, ok, svona líður mann, þegar maður er bara fucking huge, og svo er svona búinn eftir 1 dag, það er svona, þetta var cool, svona, prófa tölvuleikinn. Hvernig er staðan, sko, því nú ertu með podcast, Sterakastið, og hvernig er staðan, því ég er ekkert inn í, maður heyrir alltaf þessar sögur af því að það sé svo mikið, sérstaklega þú farir í gymmin og ert bara eitthvað í búningsklefanum að hlusta, það sé svo mikið af bara tvítugum strákum bara sem eru bara byrjaðir að fara shortcutið nánast áður en þeir byrja að lifta, sko. Það er bara um leið og þeir byrja að lifta. Þú veist, maður sér náttúrulega gett mikið eins og á TikTok og hvað þetta er orðið svona frekar normalized, skilur. Og þú veist, það er svona eitthvað til í því að það er svona, já, það er bara gott að gæja svo loksins honest. Þú veist, Arnold Schwarzenegger var bara, nei, ég er ekki á neinu, var bara full on að ljúga. Og svo í dag þá eru svona gæjar eins og Sam Sulek sem eru bara svona, já, ég er á þessu hér og þessu hér og þeir eru kannski svona frekar honest líka bara, ég myndi ekki endilega mæla með að fólk sé að gera þetta og allir gera þetta, býta aðeins, bla bla, en þetta er orðið svo svona basic í umtali, skilur. Þannig ég held að þú veist, þegar þú ert 19 ára, 17 ára eitthvað, að spá bara að byrja að fara að lifta og svona, þá er kannski svona strax komin einhver pælingi og kannski ætti ég að skoða eitthvað Stera, þú veist, kannski ætti ég eitthvað að kíkja á það. Því allar fyrirmyndanum mín eru frekar svona honest að þeir eru þar og þeir kannski byrjuðu bara þegar voru 19 ára eitthvað, skilur, að nota. Þannig að svona, það er eitthvað sem ég finnst svona pínu svona, og þú veist, svo er þetta sem er bara, eins bara með eiturlyf, skilur, að því þú kaupir þetta bara bak við skúr að einhverjum gæja, að þá náttúrulega er gallið að þetta er ekkert regulated, það er bara svona hversu mikið vandamál er þetta og svo bara spela maður við einhvern lækni á vinn sinn og hann er bara, já, fuck, það bara alltaf einhverju gæjar að koma með einhverjum svona brjálaðar hjartatruflanir eða eitthvað vesen að þeir eru búin að vera á sterum, skilur, og bara á einhverju ruglbull sækuli, bara tristi einhver sem að gæinn sagði bara bak við skúr og svo hugsa ég líka mitt að stór gallið það er, þú veist, í Tælandi þegar að þú kaupir testa þá ertu örugglega að fá testa, þetta er bara, þú veist, medical grade þetta er bara apótek. Nákvæmlega, en svo á Íslandi þá kaupir þetta bara á bak við skúr að einhverju gæja og þú bara lofaru að þetta er þetta. Hann bara, já, ég sver, ok. Og svo bara, that's it. Fattar mig, og svo ertu bara að sprauta með þessi. Fattar þið, þannig að já, ég hef heyrt mitt, ég þekki menn sem að, mitt hafa verið ég ætla ekki að þrengja hringinn það mikið Þekki nokkra ljósara gæja. Nei, ég þekki menn sem eru, sko, þeir eru, við skulum orða þannig, þeir eru svona, þeir virka eins og þeir séu í talsvert betra standi en menn á þeirra aldri og þeir hafa verið öflugir í íþróttum í gegnum tíðin og hafa, þú veist, tekið allir þessa hluti og þeir hafum sagt mér bara að það versta, langversta við þetta er þegar að hafa komið bara einhver buds af einhverju heimatilbúnu dóti og bara einhverjir gæjar sem eru ekkert mikið penning og kaupa það því það er ódýrara og það bara hefur endað bara verulega illa. Það var stór rannsókn í Breitlandi, minnum mig. Maður er alltaf svona, hendi þetta, það var rannsókn, þetta er svona, ég veit ekki hversu mikið maður fylgjast með mér á Instagram, en þetta er svona atómsprengja sem fólk hendur oft í, bara það var rannsókn og nú ætla að trúa öllu sem ég segi, að því ég sagði bara það var rannsókn, en ég veist, það var víst svona rannsókn gerð í Breitlandi, minnum mig, ef ég er ekki búið sérinn, fólk getur bara að googla og tjekka á því, þá var tekið, þú veist,
hvort það voru 10 eða 20 eða eitthvað svona performance enhancing svona drugs, skilur, einhvers konar sterar eða sarms eða eitthvað, keypti á svona svörtumarkaði og svo testa hvað það var og það var bara eitthvað 60% var ekki það sem að sagt að það var, skilur. Þannig að þú veist, það sem er líka örugglega tricky við þetta er að ég er bara að kaupa hérna þér, þú ert bara salið minn og þú segir bara, já, þetta er hérna Sarmin Rad 140, Rad 150, mann ekki hvor talan það er og ég er bara, já, ok, sick og þetta er sem ég bara testosterón, bara. En ég hef enga hugmynd, ég fæ bara eitthvað væl og svo bara eitthvað sprauta með þessu og ég verð, þú veist, sterkari af því ég bara á, þú veist, kallhormón sterum, skilur mig. Þannig að ég hef enga hugmynd að það sé sem ekki það sem ég held ég var að kaupa, fattar mig. Þannig að það er líka það, þú veist, ég held að langflestir sem eru á sterum, þú veist, þetta er bara svona alveg anekdótal, sko, þetta er bara eitthvað sem er heyrt svona gæja á netinu sem er að selja og svo bara svona mín persónulega reynsla að ég hef tvisvar þekkt bara svona gæjar sem voru bara félagar mínir sem byrja á sterum og í bæði skiptin þá var ég bara svona, what? Bara, ert þú á sterum? Og ég held að langflesti gæjarnir sem eru á sterum eru bara einhver svona gym rats. Bara gæjar sem mæti ræktina kannski 2-4 og halda að það sé síðan bara einhver svona megabooster, skilur það, þú veist, þú ert bara að fara að verða bara frændi Arnolds og hoppar á þetta í smástund, skilur, og væntanlega selt svolítið þannig, fattar mig, þú veist, ef þú ert salið þá færðu slatt úr því að selja það, skilur, bara vilt meiri pening. Þannig að þú kannski með einhvern lofur, þú er fucking jacked og tekur þetta og tekur þetta svona, blablabla. Það var að ég skrifaði ævisögu Jóns Páls á sínum tíma og það er einmitt, að því þú sagðir sko gott að menn séu konur út úr skápnum með þetta, að þar var einmitt, þú veist, það var erfiðasti kaflinn í bókinu var ég þurfti að bera það undir nánustu ættingin hans, að þú veist, það var svo augljóst að auðvitað tók hann stera á ákveðnu tímabili, en maður vill ekki kasta neittni rýrð á names, á ímynd þessa manns og fyrir mér var svo augljóst eftir því sem ég fór að skoða og kafa dýbróni það, að þá bara, þú veist, ef einhver heldur að hann hafi verið það sem hann var út af því hann tók stera, bara glemdu, þú veist, ef fólk heldur að þú verðir svona bara að taka stera, þú veist, þú segja, sko, vinnan sem að maðurum var að leggja inn var sko eitthvað sem að þú veist, það er engin tilbúin að leggja inn þess að vinna. Það er þess vegna sem hann var alltaf sem hann var. 100%. Mér finnst gott svona analogy með stera sem ég heyrði, þú veist, ég er núna að æfa CrossFit og ég er að æfa bara jackal, bara helling, skilur, og ég er bara á svona kappi, þú veist, ef ég gerir meira, þá fæ ég bara illt í hnén og ég er bara ekki ná að recovera, þú veist, vöðin mín bara ná ekki að jafna sig og ég verð bara hægt rólega verri ef ég reyni að gera meira. Svo byrjar á sterum, þá er það bara fljótar að jafna þig og þú nærð að gera meira, skilur, það er svona eins og, þú veist, hliðið opnast og þú getur unnið ennþá harðar að þér og þú bara góðað ennþá harðar og þú jafnaði síðan fljótar, þannig getur strax aftur mætt í gymmið og gert meira og svona. Svo þetta færði líka meira svona adaptation líka, sko, þú veist, það er svona frekar viral í svona bodybuilding heiminum, rannsókn var á fólki sem að fekk sem sagt var trítað með sterum, hvort það var bara kallarmóna eða eitthvað og annar hópurinn var ekki trítað með sterum en hann var að æfa og þessi hópur sem var trítað með sterum var ekki að æfa og hópurinn sem var á sterum og ekki á æfingaprógrami græddi meiri vöðvamassa heldur en hópurinn sem var að æfa og var, skilur, en þú veist, það hefur alltaf verið að æfa óvart, meaning bara lappa upp stiga og gera eitthvað svona þannig, skilur mig, og bara lifa lífinu og svo styrkla orku meiri og fyrir bara svona óvart að hreyfa þig meira, skilur, en ekki, þú veist, lyfta lóðum endilega. Þannig að maður er svona, oh shit, þú veist, það er frekar greinlegt að, þú veist, þú færði líka bara meiri vöðvamassa fyrir sömu vinnuna á sama tíma, skilur mig. Þannig að það er svona líka örugglega held ég svolítið svoleiðis. Og svo heyrir maður svo mikið gæjan í bodybuilding tala um að, þú veist, það er síðan svo misjafnt hvernig fólk respondar við sterum. Þú getur verið bara svona geðveikt mikill responder, bara eins og með kreatín, sumir taka kreatín og bara, wow, bara hvað ég finna mikið mun. Sumir taka kreatín og finna eiginlega bara ekki neitt. Og þú veist, það meikar alveg sens að steru séu bara eins. Að þú byrjar kannski á kallarhormónum eða eitthvað og þú ert bara svona svaka responder og bara breyst ógeðslega vel við því, eða þá að þú bregst ógeðslega illa við því og fær bara geðveikt slæm einkenni líka og hvað skilur mig. Já, það er eins með þetta eins og með svo margt annað að þetta gerir þig að meira af því sem þú ert nú þegar. Já, ég hef heyrt þetta líka, mér finnst þetta geða gott þá hugsa maður skilur að gæi sem er kannski ógeðslega duglegur, agaður, stabíll, að hann verður kannski meira bara svona maskulin að því að taka stegar og verður bara róleri, en gæin sem er að fara shortcutin og er fyrir kannski svolítið fíkill og er ekki með stabíll líf, hann verður meira af því. Nákvæmlega. Þú veist, það er kannski svona bylgjukentur nú þegar og svo tekur stegar það allir bara miklu ofar, miklu neðar, skilur eitthvað. Það meikar alveg sens. En hvernig mér langar að spyrja þess, við erum nú búin að taka góðan tíma enn í sterana. Já, meikar gott opening. Þetta er svona sterakastið, svona, þú veist, það er podcastið mitt
Já, ég fekk þig hérna, góðan daginn, fekk þetta að koma og tala stera. Það var að sko, Ingimar Jónsson, sem var í þessum sterakastætti sem var að tala hans við áðan, hann hérna með gráði í molecular medicine og ógeðslega klár að kemur sterum. Stundum hann var svona, gaur, þú veist of mikið sem ég, það svona, ertu á einhverju, skilur, en hann 100% ekki á neinu, hann bara bilaslega klár að kemur á svona, bara medicine, skilur, og þú veist, líka bara svona í líffræðinni og hvernig lyf virka og svona, en hann var fenginn í hjólavarpi daginn, bara til að tala stera, semi. Og þetta er líka svo, þetta er skemmtileg topic, þú heyrir það, sérstaklega svona íþróttafólk, fólk sem lifta og fólk sem spáði heilsun og svona, þá þetta svona, damn, þú veist, þegar fólk var alltaf að tala eitthvað Captain America serum, það bara svona, já, damn, þú þurfum að þetta, skilur, er þetta eitthvað þing? Mér finnst það áhugavert af því ég sagði við þetta fyrir viðtalið, ég keypti mér 2 penna peptíðum núna út í Suður-Afríku, það er allt, og ég bara var búin að stúdera það svolítið vel og svo bara ok, ég prófið þetta bara, tek sénsinn á því og ég byrjaði að taka þetta fyrir nokkrum dögum, ég finn ekkert mikinn mun, sko, en ég einhvern veginn alltaf svolítið þeim megin við línuna, mér finnst gott að umræðan sé opnuð og þú veist að því auðvitað maður alltaf að hugsa þú veist, mitt yngra fólk og einhverju sem bara nýbyrjaðir í ræktinu og ætlar að vaða í eitthvað, en ef við erum að tala fólk sem kannski komið í 30 plus, að þá það bara þú ert fullorðinn einstaklingur, þú átt að fá að velja hvað þú vilt og meðan eitthvað bara undir borðinu og ekki rætt, þá svo líklegt að þú ert ekki einu með réttar upplýsingar hvernig þú ætlar að gera þetta, sko. Já, ég var með að tala það smá á hana, svona, þú veist, manni finnst gott að fólk sé svona honest hvað í gangi og hvað að gera og hvað, en svo sama tíma þá maður veit ekki svona normalæsi hlutin og mikið, þú veist, ég vil ekki að einhver 16 ára heyri þetta og bara, ok, bara peptíðar, bara ég þarf að tjekka því, skilur, þú veist, hann ætlar að fara að bomba sér í einhver svona peptide þegar hann sagt núna, maður bara svona, dude, þetta ætti ekki að vera svona basic subject fyrir þér, skilur, svo mitt bara þú veist, fokkin bara pabbi, afi, eitthvað að fara til læknis og bara, já, ég er orkulítill og skrítin eitthvað og þeir bara mæla testan í hennum eða eitthvað og bara, já, þetta er bara svolítið lágri testa, þannig að setja á bara svona hormonal replacement therapy, skilur. Það bara ætti að vera mest basic í heimi, en það er enda alveg svona frekar svona tabú, skilur, eða tabú, þú veist, það er svona, ég held að það er ekkert ofur opnir að þeir eru á, þú veist, svona TRT, þú veist, svona replacement therapy, sprauta sig kannski einu sinni í viku eða hvað þannig. Nei, mér finnst þetta aftur, ég ætla ekki að það rengja hringir mikið, en það var mjög þjóðþekktum aður sem kom inn í podcastið mín og eftir að podcastið var búið þá sagði hann mér, þú veist, ég er á þessu og ég hefði alveg verið til að tala um það og þá var ég bara, ég hefði það verið gott af því að þetta er umræða sem er búið að opna svo mikið annars staðar en ekki hér, en eins og þú segir, ég er rosa þakkláttur fyrir þegar ég var að byrja að lifta og eitthvað í kringum 20, þá var ekki nein normalisering í kringum þetta. En síðan, þú veist, þegar maður er komin yfir 40, þá er alltaf leið að fara að skoða, heyrðu, þú veist, ef ég fer í að skoða öll undirliggjandi gildi sem ég lagi, gæti verið fyrir mig einhvern tíðan option að taka HGH-hring, skilur, og skoða bara hvort það sé eitthvað fyrir mig. Og ég er bara fullorðinn maður og þá er ég með alla forsendur og þá er það einmitt þetta anti-aging, maður er komin yfir ákveðin aldur og maður hugsa, þú veist, gæti þetta, eru kostirnir klárlega fleiri en gallanir. En þetta er svolítið saman svo umræðinu kannabis, þú veist að ef þú ert fullorðin einstaklingur og ert þjakaður af verkjum, þá væri voða næs að það væri bara búið og þú getur talað við sérfræðing og hann segir, já, ert að hugsa þetta til þess að slaka á, ert að hugsa þetta fyrir verki, þá er best að þú kaupir þetta en ekki þetta, en fyrir 17-18 ára krakka er bara ekkert gott að taka kannabis, punktur. Já, þú veist, mér finnst þetta svona, þetta er svo slippery, sko, þú veist, og maður að tala um á Instagram mitt sem ég er að tala um rannsóknir og eitthvað, ég er svo mikill svona kerfisgæði, sko, þannig ég mitt, þú veist, mér finnst að fólk getur alltaf tekið sín einn ákvarðanir og gert það svona bara það sem maður vill, þannig sé, skilur, en svo á sama tíma, þú veist, sérstaklega í þessari svona crazy þoku sem við erum í dag, þegar kemur upplýsingum á internetinu, því maður er bara með heiminn í höndunum á sér, þá er ég svo mikið tím það að þú fáir, þú veist, álit frá sérfræðing, skilur mig, þú veist, þegar fólk er alveg klárt, ég er ekki að segja að fólk sé heimstæðin eitt, en bara eins og ég veit ekkert húð umhirðu, skilur, og ég geti 100% fara að googla og gert einhvers rannsóknarvinnu og eitthvað, en það er svo auðvelt, sérstaklega með algoritmana, þú veist, á TikTok og Instagram og eitthvað, að maður mókar óvart bara hólu, þannig ég er komin á bara eitthvað að setja bananahýðu húðina á TikTok og það er bara endalaust að liði og svo er alltaf verið að vitni í einhverja svona litlar in vitro rannsóknir og ég fer alltaf svona dýpra, fattar þú hvað ég meina, en síðan fer ég kannski til bara sérfræðings, einhver sem bara mentuð í þessu, skilur mig, þá er hún komið með meira svona broad-based take, skilur mig, ekki af skemmtilegt og ekki af sem ég vildi ekki skemmtilega heyra, þú veist, mér langaði bara að heyra og myndi segja bara, já, farða á banana hýðiskúrin, skilur, eitthvað svona, en þetta er bara svona, að því að maður þekkir alveg lið sem er 40 ára, 50 ára
og það komið svo ógeðslega djúpt í bara, já, ég ætla að byrja á carnivore og maður svona, ok, fuck, hvað kemur það? Þú veist, akkur allir á carnivore, skilur og það bara, ég bara sé þennan á þessu og ég sá þennan á þessu og ég meina, bara Liver King og bla bla bla, eitthvað svona, það var svona, damn, ok ég veit ekki hversu based þetta skilur mig, þú veist, bara jú, þessi gæi jacked og mjög myndalegur, fattur mig, gæi sem að tala um þetta, en svona á sig kannski engar rosalega stóðu í raunveruleikum að sé endilega gott fyrir mann, og þú veist, gett svona eðlileg mistök, en ég gett það bara að maður haldi það, skilur mig. Ég nefnilega, það var svolítið þetta sem að mig grunaði yrði kannski svolítið svona þemað hjá okkur í sem þetta, því ég er búin að skoða það sem þetta gera, og ég sjálfur kem frá þeim bakgrunn að vera með háskólamenntun og þurft að fara mikið inn í aðferðafræði og hvernig rannsóknir virka og meta-analýsur og allt þetta dót. En svo einmitt þegar ég fór í gegnum, þú veist, mitt tímabil þar sem að ég var í raun og vera að fara í gegnum eitthvað sem í dag kalla kulnun, en það var ekki komin eitt heiti yfir það þá fór ég á milli sérfræðinga og lækna og það endaði með því að það voru óhefbundnu leiðirnar sem að fóru að hjálpa mér. Þá þurfti ég svolítið að stíga út úr því matrixi sem ég hafði verið í en á sama skapi ég alveg með þér í liði að svo þetta að fara allt og langt í þá átt, skilur. Þannig að við erum á svo áhugaverðan tímu með og þá veist mér svolítið vera svona, að því þú nefnir þetta með sérfræðingana og við erum búin að tala um steran og allt þetta, þá ef við nefnir bara Joe Rogan, hann svona gæi sem að mainstreamaði svolítið, hann fór að tala um psychedelics og hann fór að segja bara ég á TRT, skilur og allt í henni bara, þú veist, stærsti fjölmiðla outlet í heimi, en þetta maður yfir 50 sem að taka eigin ákvarðanir fyrir sjálfa sig og hann ekki, hann ætlaði aldrei að verða að einhverju svona authority í fréttum, þú veist, það bara gerðist einhvern veginn. En að því ég kem úr blaða með fjölmiðlum, að þá þetta er svolítið langar aðdraganda því sem ég langar. Nei, þetta er bara gott, sko, að það var moment í COVID þar sem að hann tekur ívermektin og hann talar um það og það náttúrulega svolítið svona anti-establishment. CNN gerir fréttir þar sem þau segja bara samsæriskenninga smiðurinn Joe Rogan tók ormalyf fyrir hesta og aðal svona medical fréttamaðurinn á CNN þetta í settin og þau eru að ræða Joe Rogan, það eru myndir á hann það sem er búið að breyta þess andlitunum og gera svona grænn í framan og eitthvað. Svo kemur þessi sem hámenntaður læknir og þarna svona aðal fréttamaðurinn allt sem snýra heilsu á CNN. Hann var maður í að mæta síðan til Joe Rogan og Joe Rogan kom með svo góðan punkt, hann segir við hann Gaur, þú veist að þetta lyf fyrir mannfólk en líka fyrir hesta. Ég þú veist, moldríkur heldur að ég hafi þurft að fá hestaútgáfuna. Þú veist, þið vitið alveg voru að ljúga. Vandamálið ekki að þið máttu alveg ljúga mig, en svo þið kannski að segja frá okkur stríð í Úkraínu, þá hættur að trúa okkur. Að því þið lögum þetta og þá kem ég að því sem að, þú veist, sem ég svolítið þegar þú talar um sérfræðinga að stundum finnst mér eins og af því að svona establishmentið og kerfið stundum búið að fara með einhverja narratífu of langt svo kemur sami sérfræðingurinn og segir mér eitthvað sem raunverulega satt þá ég bara búin að fara hún í einhverja samsæris ormahólu ég hættur að trúa öllu sem að segir. Já, ég skil alveg hvað meinar og þetta svona pínu svona, þú veist, þetta svona multi-layered smá, sem sagðir, þetta fyrir alveg fyrsta sem við, þú veist, þú lendir í svolítið sjálfur, þú ert að fá hjálp í kerfinu og þú ert ekki að fá hennar hjálp, skilur mig. Og ég held að það sé mjög svona algeng trakk í að fólk fer oft þessa svona, mér langar að segja svona holistic medicine leið eins og maður sé mikið svona á Instagram. Þú veist, bara núna svona hópur á Íslandi líka sem með, þú veist, gerir þessi þú veist, þetta er svona ofur-óhefbundna dót, skilur, að, þú veist, gránda á meðan það sefur og að, þú veist, setja kaffi að vilja rassin á sér og skilur, eitthvað svona dót sem meðan maður bara, what, skilur, hvernig komst maður þanga? Já, nákvæmlega, bara fyrir ekki þetta kaffi í rassin, Já, einn daginn og komin þessi leið að þá, þú veist, ég held að það sé mjög algengt að þetta þú veist, bara ofur-einföldun á þessu dæmi, væri kannski að þegar fólk fer til læknis og segir bara mér illt í hnénu að það virkar kannski bara í 87% tilfella eða eitthvað, bara næstu 90% tilfella að bara eru íbúfen og kota aftur út 2 vikur og það bara virkar actually langoftast, bara það er bara smá tíma og bara smá bólguendi og bara that's it, skilur og svo einhver hópur, þú veist, það er 10% sem bara, mætir hana, gerir það og bara gerist ekki neitt, bara niður verra svo kemur aftur og það kemur einhver önnur lausn eitthvað, mjög svona mild svona intervention, svona ekki það íkt, skilur mig, og gerir aftur ekki neitt. Þannig að þú svona missir pínu trúna mitt á kerfinu, fattar mig, og fer þá út í einhver svona óhefbundna leiðir og jafnvel að það virki. Þú veist, kannski með prófar eitthvað og skríti óhefbundið og það virkar bara fyrir þig, skilur mig. Þannig að það er svona mjög eðlilegt að þú komst bara þangað að bara, heyrðu, ég treysti ekki læknum,
ég ætla bara að gera þetta sjálfur, skilur mig. En það svona pínu, þú veist, er það bara óhefni, skilur Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.